Ég ætla aðeins að tala stroff. Hérna slétt og brugðið stroff og svona áferðin á því. Hér ég með öðruvísi stroff og þið sjáið munin að sléttu lykkjurnar eru miklu gleiðari á þessu stroffi heldur en þessu stroffi. Og hér ætla ég að sýna ykkur hvernig á að gera þetta stroff. Og þetta sem sagt snúin slétt lykkja. Og lykkjustaðan svona sem sagt hallar fram og venjulega færum við svona inn í lykkjuna. En að því hún snúin þá förum við aftan í hana. Og þá það slétt brugðin, slétt aftan í, slétt snúin lykkja, brugðin, hérna snýr þessi ögt, slétt. Og þá verður slétta svona, hvað maður segja, svona hreinna einhvern veginn. Það svona, en aftur á móti eru gleiðari aftari hérna brugðnu lykkjurnar. Nú ætla ég að sýna ykkur aðra áferð. Hér önnur áferð og hún kemur líka mjög skemmtilega út. Og í þessari áferð þá prjónum við slétta snúna lykkju og nú snýr lykkjustaðan svona og þá förum við aftur hérna aftan í. En núna brugðna lykkjan svona og við ætlum að prjóna hana brugðna snúna og þá förum við hér í og slétt snúin og brugðin snúin. Þetta í hringprjóni. Slétt snúin, brugðin snúin. Ef við ætlum að gera þetta í fram og tilbaka stroffi, þá náttúrulega sumir sem prjóna brugðið öðruvísi. Þannig að lykkjustaðan getur verið fram. En ég ætla að sýna ykkur aðeins í fram og tilbaka að því þá snýr brugðna lykkjan svona. Og ef ég væri að fara að gera brugðna snúna lykkju hérna, þá myndi ég fara hérna aftan í hana. Snúin lykkja þýðir raun og veru að þú ætlar að snúa henni. Þannig að hér förum við aftan í hana. Þetta í fram og tilbaka. Hér til dæmis slétt lykkjustaðan svona. Og þá farum við framan í hana til að fá hana snúna. Aftan í slétt, fram og tilbaka og framan í. En hérna þegar að prjóna í hring, þá það aftan í, framan í. Skiljið hvað ég að meina. Þannig að ef þið ætla að gera svona þá það að pæla í því hvort þetta fram og tilbaka í hring. En þetta kemur mjög skemmtilega út þetta stoff. Þetta verður svona einhvern veginn snyrtilegra, ef maður má segja það.